Þá seti ég fund í bæjarstjórn. Þetta er fundur númer 3549 og fyrir okkur liggur dagskrá í 7 liðum. Fyrsta mál á dagskrá er ársreikningur Akureyrarbæjar fyrir árið 2024 til máls tekur bæjarstjóri Ásthildur Sturludóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég legg hér fram til fyrri umræðu árslutauppgjör fyrir Akureyrarbæ fyrir yfirstandandi ár 2024. Ég geri ráð fyrir að allir séu með uppgjörið fyrir framan sig í tölvunum og í fundagáttinni. Og ef við förum lauslega yfir þennan árslutareikning, þá er það þannig að rekstrarniðurstaða A og B hluta í rekstri Akureyrarbæjar fyrir fyrri hluta ársins 2024 var aðeins betri en áætlun hafði gert ráð fyrir, sem nemur 974 milljónum króna. Gert hafði verið ráð fyrir 1045 milljón króna halla, en hann reyndist vera 72 milljónir. Rekstrarniðurstaða A hluta fyrir hluta ársins var neikvæð 489,2 milljónir króna, en áætlað hafði verið að rekstrarhalli A hluta yrði 1294,4 milljónir á tímabilinu. Afkoma A hluta er því 805 milljónum króna betri en áætlun hafði gert ráð fyrir. Ég vil taka það sérstaklega fram að þó svo að þetta sé betri rekstrarniðurstaða en gert var ráð fyrir, þá er rekstrarniðurstaða A hluta enn neikvæð, svo betur má ef duga skal. Tekjur samstæðunnar voru 17 milljarðar 933,3 milljónir króna, en áætlun gerði ráð fyrir að þær yrðu 16.540,1 milljón. Skatttekjur voru 9.079,7 milljónir króna sem eru 282,9 milljónum króna yfir áætlun. Og má ætla að þar séu áhrif kjarasamninga að koma inn, þeim sem búið er að gera. Tekjur frá jöfnunarsjóði voru 2.715 milljónum króna sem er 233,7 milljónum króna yfir áætlun og er það sérstaklega vegna málaflokks fatlaðra. Aðrar tekjur voru 6.138,8 milljónir króna sem er 876,6 milljónum króna umfram áætlun. Tekjur tímabilsins eru því 1.393,2 milljónum króna hærri en áætlun hefði gert ráð fyrir. Helstu skýringar á hærri tekjum eru aukin framlög úr jöfnunarsjóði eins og sagt var og útsvarið er hærra og meiri umsvif eru í Norðurorku og hjá Hafnasamlagi Norðurlands. Og allt þetta er vissulega gleðilegt. Rekstrargjöld samstæðunnar fyrir afskriftir voru 15.598,8 milljónir króna sem er 400 milljónum yfir áætlun. Laun og launatengd gjöld voru 9.765 milljónir króna en áætlun hafði gert ráð fyrir 9.803 milljónum. Annar rekstrarkostnaður var 5.455,9 milljónir króna sem er 500 milljónum yfir áætlun og fjármagnsgjöld umfram fjármagnstekjur voru 1.293 milljónir króna sem er 83 milljónum yfir áætlun. Afskriftir voru 1.053 milljónir samanborið við 1.188 milljónir í áætlun. Helstu ástæður fyrir auknum kostnaði í liðnum annar rekstrarkostnaður eru ýmsir liðir, svo sem snjómokstur og viðhald, en flestir rekstrarliðir eru í góðu lagi miðað við áætlun. Samkvæmt sjóðstreymi samstæðunnar var veltufé frá rekstri 2.164,7 milljónir eða 12,07% af tekjum. Fjárfestingarhreyfingar voru 2.063 milljónir og fjármögnunarhreyfingar neikvæðar 287 milljónir. Afborganir lána voru 763 milljónir og handbært fé var 2.771 milljónir króna í lok júní. Fastafjármunir samstæðunnar voru 61.602 milljónir króna og veltufjármunir 7.745 milljónir.
Eignir voru samtals 69.347 milljónir samanborið við 66.971 krónu í milljónir í lok ársins 2023. Eigið fé var 26.951 milljónir króna en var 27.023 milljónir síðustu áramót. Langtímaskuldir og skuldbindingar voru 35.394 milljónir en voru 34.023 milljónir í lok síðasta árs. Skammtímaskuldir voru 7.002 milljónir króna en voru 5.924 milljónir síðustu áramót. Stærstu fjárfestingarnar eru í Glerárskóla, KA-svæði og gatnagerð í A-hlutanum á þessum fyrri hluta árs. Þá hafa verið miklar framkvæmdir í Norðurorku sem hafa kallað á lántökur frá Lánasjóði sveitarfélaga. Veltufjárhlutfall var 1,11 á móti 1,17 í lok síðasta árs. Eiginfjárhlutfall var 38,9% í lok júní. Það má því segja að fjárhagur Akureyrarbæjar sé mjög traustur og ég vil meina að þetta uppgjör sýni það. Við þurfum náttúrulega ekki að taka það fram að þetta ekki endurskoðað uppgjör. Og ég legg þetta fram til fyrri umræðu. Þá bæjarstjóri lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason. Forseti, aðri bæjarfulltrúar, ég þakka Ásthildi Sturludóttur fyrir góða yfirferð á 6 mánuða yfirleitinu. Ég ætla að ítreka sem að bæjarstjóri Ásthildur sagði að við erum ennþá í 489 milljónum í mínus í A-hlutanum. Við stefnum á sjálfbærni, þá þurfum við að hafa mikið aðhald í rekstrakostnaði og launakostnaði. Það mér finnst ánæglegast við þetta uppgjör einmitt launakostnaðurinn sem nánast á áætlun. Þess bara hrósa okkur stórum skólum og leikskólum sem eru nánast á áætlun, sem ekki auðvelt verkefni. Teljið þar vera mikil og góð vinna búið að gera í skólum og grunnskólum og leikskólum. Það margt framundan, stór verkefni. Við þurfum að gera annan gervigrasvöll, við þurfum að passa upp á rekstrakostnað þar, við þurfum að búa til reglur notkun og fleira. Og það mikil vinna framundan í aðhaldi. Samt sem áður, þá lítur eins og Ásthildur bæjarstjóri segir þetta vel út, við erum með traustan fjárhag, en það alltaf hægt að gera betur. Og við þurfum að vera duglega að berjast fyrir okkar framlögum úr jöfnunarsjóð meðal annars og við þurfum einnig að sýna aðhald í mörgum verkefnum. Takk fyrir mig. Þá bæjarfulltrúi Heimir Örn Árnason lokið máli sínu, orðið er laust. Þess að fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs til þess að geta staðfest áslutauppgjörið gefið merki. Það eru 11.